Logi, ég var nú svo sem ekkert að leiðin að fara að taka henni viðtöl, en þú hóaðir í mig, baðst mig að taka þetta viðtal. Já. Að þú vildi sleppa við það væntanlega, ég myndi hitta þig út á braut. Ég man í fyrra þá hóaði ég í þig, þá gekk var allt í skrúnu. Nei, ég vill ekki sjá það. Já, það var líka eftir að ég búinn að þrípúta tvisvar í röð og allt í rugli, sko. Ég líð þessu upp á þér, það var ég sem ákvaða að koma þér í afturskjöldu. Ég held að það sé dálítið gaman þetta fyrir þá sem að vonandi mjög margir að horfa á þetta og fá svona kannski bara að upplifa ykkur á bara reynslinu. Þú ert bara að hitta upp. Já, það er bara þannig. Og hvað, er þetta alltaf eins hjá þér fyrir öll mót? Þú veist bara upphitun hefst, farið yfir þetta. Hvernig vaknaðir í morgun tökum bara frá deginum í gær. Hvernig ertu recovery og hvernig er þetta búið að vera? Þú veist, ég vakna bara þegar ég vaknaði því ég var dálítið seint, sko. Ég vaknaði í dag klukkan 8 og í gær klukkan 9. En eins og í gær, ferði í heitan pott svona eftir? Ég bara fór bara í sturtu og bombaði mig 2 unbroken og þá var ég góður og teygði og setti nuddbyssu. Unbroken, látið það koma fram bara. Já. Frábært stöf. Það er gott, það er mjög gott. Svo bara, ekkert að stilla klukku og bara vaknaður og vaknar, 8 í morgun? Já, ég meina, ég sofna rétt fyrir 12 og ég er alltaf ekki að fara að sofa yfir mig þá, sko. Nei, nákvæmlega. Og hvað vaknar og hvað, þú býrð alltaf inn í Reykjanesbæ, eða ekki? Jó, ég er hjá pappa í bænum, sko. Já, í bænum? Já, við erum í Grafarvoginum, þannig ég keyri þaðan. Og svo er þetta bara að mæta hinga svona 1,5 tíma fyrir og græða settið og græða vatn í, bara græða mig og hita upp og svo byrja að slá svona klukkutíma og 5-10 mínútur fyrir rástíma. En svo með næringu, þú veist, ertu búinn að næra þig? Já, ég er búinn að borða, þú veist bara, já, morgumat og svo borðaði ég rétt fyrir teig og svo borðaði ég bara á hringnum, sko. Já, borðaði rétt fyrir teig? Já. Og hvað borðaði til dæmis? Það er bara eitthvað skýrdrykkur, eitthvað bara svona létt í magann, sko. Já. Ég vil ekki fá þungt í magann, þá er maður þungur. En hvernig, og hvaða bita ertu með þá í settinu? Til þess að borða bara banani eða? Ég er með banani, ég er með bara einhvern skýrdrykk eða próteindrykk og svo er oft með eitthvað svona orkustykki, bara, já, bara eitthvað orkustykki sem ég fæði út í búð, sko. Og hvenær varstu segir þú komin í hana kvæleirina, hvað langt síðan þú mættir? Það veit ég ekki, ég mætti fyrir 40 mínútum eða eitthvað. Já. Og, þú veist, eða hálftíma og þá bara græði mig upp í skála og sett, bara, koma að setja í gang. Koma hingað, labba þetta niður og svo bara hita upp líkamann í 10 mínútur og svo byrjaði að slá, sko. Svo byrjaði að slá? Já. Og hvernig hitar þú líkamann upp? Bara teygjur og? Já, bara ég er með svona jógateygjur, jógaæfingar sem við erum þekkt fyrir að gera á Kosta Bæina. Já. Og svo bara hreyfi ég líkamann og axlir og bara allt og svo byrjaði ég bara að sveifla rólega og vinnum upp í driver og svo vinnum við niður og fer svo að chipa púta. Er þetta alltaf í raun eins? Já. Það er bara þannig? Það er bara rútína. Bara rútína sem þú fylgir. Ok, við erum komnir á 3. dag, þannig að þú hefði væntanlega orðið mjög svekktur og þeir ekki komist í gegnum niðurskurð, gruna mig. Já. Þú kemst ekkert alveg í gangi það fyrir bara á seinni 9 í gær. Hvernig leiðir eftir fyrsta daginn? Allt í lagi bara? Allt í lagi, ég fekk einn trippelbóki á fyrsta daginn á 9. sem svona slökkti aðeins en ég var 1 undir eftir það og ég náði bara ekkert að slá nógu vel þá. Svo sló ég aðeins betur í gær og náði að púta vel sérstaklega á seinni 9. Farið aðeins með mér í gegnum seinni 9. Hvað gekk á þér? Sko ég bara ákvaði að resetta mig eftir fyrir 9. Það var 2 yfir eftir fyrri, eftir klaufabókið bara. Og þannig ég bara endurstilti mig, fór á klósettið að pissa og fyllti á vatnið mitt. Og svo bara nýtt game og náði loksins að púta öllu í, sko. Slátturinn var ekkert betri þannig? Nei, ég meina ég hitti bara eina braut á seinni 9. En þú veist, ég var kannski bara rétt meter út fyrir brautina. Ég hitti eina braut á seinni 9. Og ég náði bara að slá mig á góða staði á grínunum og ég bara las pútinn vel og rúllaði vel, þannig að þetta bara fór í, sko. Og mér svona var hugsað til þess, við erum nú báðir frá Suðurnesjunum og það kemur fyrir að lognið þar ferðast á smá hraða. Líður þið vel bara í vindi eða? Heldur þið líður betur heldur en mörgum öðrum? Ekkert endilega, ég meina allir þessu bestu sem eru á þessu móti kunna slá undir vindinn, það er bara þannig. Jú, mér líður alveg vel í 5 metrunum eins og núna en þegar þið komið upp í 10 metra kviður þá líður eiginlega engum vel, sko, þannig séð. En jú, ég á mörg högg sem virkaði gegnum vindinn, þannig þetta var ekkert eitthvað, ég var ekkert að stressa mig á þessu fyrir hring í gær. Nei. Og byrju, þú ert þá í heildina á hvað? 2 undir. 2 undir, já. 5 högg í toppinn, en hvernig er hugafarið eins og í dag? Ertu farin að
eru þið kannski bara ekkert að pæla í því? Ég til dæmis ekkert að pæla í. Ég hugsa bara eina holu í einu. Ég meina, ef að þú sérð ekki sjálfa þig, þá getur þú gleymt í hvað Axel er að gera á toppnum eða ekki. Já, ég meina, þú veist, við segjum þetta örugglega allir, þú veist, við verðum bara að pæla í sjálfum okkur. Þú veist, einu sem við stjórnum erum við. Já. Þannig ég ætla ekkert að fara að reyna að stjórna hvað Axel eða Dagbjartur gera. Þú þarf bara að spila gott golf og hvað þarf þetta að gera til þess að bara, þú veist, ná öðrum eins hring í dag? Það er bara Hvernig er gameplanið? Það er bara að halda áfram að velja sér, að taka góðar ákvarðanir, velja target og bara halda sig við það, sko. Og bara vera rólegur. Ég meina, þetta er bara hola 37 byrjar á eftir á 72, þannig ég er ekkert að stressa mig á þess. Ég er að velta fyrir mig, ég í mínu starfi núna sem spyrill, þetta er eiginlega alltaf sömu spurningarnar og þetta eru sömu klísjusvörin. Já, þetta eru sömu klísjusvörin. Þetta er bara þannig. Þú veit, og auðvitað er þetta bara alltaf þannig hjá ykkur eins og okkur svona slúbbertunum. Já. Þannig að þú tekur drive og ef að driveið lukkast, þú ert á góðum stað, þá tekur ákvörðun, ok, nú er tækifæri til þess að sækja. Ef að driveið klikkar, ok, það er ekki gott að sækja í dag, nú ætlum ég bara að verja bókið. Er þetta dálítið svona sem þið þurfið að hugsa þetta? Nei, þú veist, ég tek allavega ákvarðanir þannig bara, þú veist, ég raunir alltaf að sækja. Já. En ég bara sækja á öðru sér staði, þú veist. Já. Bara eins og til dæmis á fyrstu, það er autobáns rétt vinstra með röffi, þá sæki ég í röffið, hægra megin. Já. Þetta er bara svona, þú bara spilar eftir það sem þú hefur með, þú veist. Já. Og menn, ertu, þú veist, nánast sama hvaða völl þú ert að fara að spila, þú veist, ertu búinn að setja þig upp eitthvað ákveðið bara gameplan? Já. Og er það sama gameplan í dag eins og í gegn? Já, já. Alla 4 dagana er bara sama gameplan? Já, maður er með sama gameplan, sko, bara alltaf hvað maður ætlar að gera, þú veist, á hverjum teig og svona. Já. En svo breytast aðstæður, það er vindur, það er kannski þurrara, þá þarf maður bara að taka það inn í heildarmyndina, sko. Okay. Þannig að þú ert bara brattur og ekki að fara að stoppa þetta stakkan og getur haldið áfram með hitu? Jú. Sjáum til hvernig það gengur þetta, bara gangið allt í haginn. Takk fyrir það. Takk.